Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ríkir Gunnarsson og er safnaðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú. Spurningin sem við erum að díla við í dag eru mótsagnir í Jakobsbréfinu og í skrifum Páls. Það er að segja að Páll segir að við erum frelsuð fyrir trú, Jakob segir fyrir verk, að trúin sé dauð án verka. Þannig að ef við lesum bara hérna eitt af mínum uppáhaldsversum í bréfi Páls til Efesusmanna, öðrum kafla, vers 8 og 9. Og stendur hér, því að af náð eru þið hólpnir orðnir fyrir trú. Það er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við förum nú hérna yfir í Jakobsbréfið, í öðrum kafla, og lesum hérna 14 til 17. Þá segir hér, hvað stoða það, bræður mínir og systur, þótt einhver segist hafa trú, en sýnir það ekki í verki, menn trúin geta frelsað hann. Ef bróðir eða systir er nakin og mætti daglega viðværi og eitthvað segði við þau, farið í friði, verið með ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin, ein og sér, dauð, vanti hana verkin. Ég held að svarið sér þessu augljóslega að það sé hægt að lesa bréf Páls og skrif Páls til þess að sjá hvað hann var að meina. Ef við horfum bara hér í Efesus 2, 8, 9, lesum það aftur og förum í vers 10 líka, þá segir hér, því að af náð eru hólpnir orðnir fyrir trú, þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt af verkum, enginn skal geta miklast af því við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Þannig að Páll talar líka að trúin, að farnaðarindið, við erum frelsuð fyrir trú, en það þýðir ekki okkur vanti verkin, að frá trú okkar, að Jesús Kristus sé drottinn, að hann hafi dáið fyrir okkur, hann hafi sýnt okkur ást, miskunn, fyrirgefningu, náð, að þá blæðir það yfir í hvernig við tölum við annað fólk, hvernig við jafnvel komum fram við þá sem að hata okkur, að við gefum náð eins og hann hefur gefið okkur náð og fyrirgefum eins og hann hefur fyrirgefið. Og ég elska hvernig Martin Luther sagði þetta, hann sagði, við erum frelsuð fyrir trú, en ekki trú sem stendur ein. Þú veist, þannig að við erum kölluð til þess að, hvernig var þetta? Hann segir, we are saved by faith alone, but not faith that stands alone. Þannig að eins og Jakob er að segja, þá skiptir ekki máli ef þú segist hafa trú en það sést ekkert á lífiðinu, þá sýnir þú fram á að trúin er raunverulega ekki í þér. Þannig að þetta er eins og að segjast elska ykkur. Ef ég myndi segjast elska ykkur mannesku aftur og aftur og aftur, en sýndi það aldrei í verkum og væri ég dónalegur og leiðilegur alltaf í verkum en sagði alltaf með orðum mínum að ég elskaði hana, þá myndi það ekki skipta neinu máli hvað ég sagði út af því að raunveruleikin væri ekki í hjartanu. Þannig að Páll og Jakob eru mjög saman þetta. Ef að trúin kemur ekki fram í verkum og hvernig við lifum og hvernig ég tala við aðra og tengist öðrum og að jafnvel hvernig ég horfi á þá sem að hata mig, að þá er trúin okkar dauð. Að trúin okkar án verka, án þess að hún hafa áhrif og ávöxt í okkar líf, skiptir engu máli. Þannig að, ég myndi segja að Páll og Jakob eru mjög, mjög sammála þetta. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.